hugsun, það hægt að skilgreina mig á ansi margar viðum. Ég 25 ára, vill kalla mig dreng en ég orðinn aðeins eldri en það, en ég úr Kópavoginum, í Fjölni í fótbolta. Bloggari eða vloggari á Trendnet. Og ef einhver ykkar að pæla að taka skrefið að taka út kjöt og mjólkurvörur í mastersnámi í jákvæðri sálfræði og þjálfunarsálfræði og hugsuður, gaman að bæta sjálfa mig og hafa áhrif á aðra í kringum mig. Byrjaði fyrir rúmu ári að vlogga, semst vídeoblogga, og ástæði fyrir því að ég held að vera auðveldara en heldur en að blogga, sem er mjög rangt hjá mér því að það er miklu meiri vinna. En ég tel bara meiri valjú fyrir þá sem eru að fylgjast með mér, því að ég held að fólk nú til dags nenni ekkert að lesa ykkur langa greinar og vilji frekar bara horfa á eitthvað eða hlusta á eitthvað, þannig að ég taldi ég geti verið með meira valjú og verið svona persónlegri með því að vlogga í rauninni, sko. Það byrjaði náttúrulega allt saman frá því, sko, þegar Hildur kærastan mín, hún var vegan. Ég ætlaði sko aldrei að þetta borða kjöt. Mér fannst það alveg bara nauðsynlegur partur. Ég var svona gaur sem var bara, ég þarf kjöt. Síðan horfði ég á myndir og ég aflaði mér aðeins upplýsingar um veganfæði og komst ég að því að íþróttamenn að þeir eru í kofra hraðar og eru með meiri orku. Þannig að þess vegna ákveði að prófa þetta í mánuð og mér eiginlega bara leist það vel á það og bara leið það vel að hér er ég 3 árum seinna, sko. Og þetta hjálpar semst fólki bæði hvað var að heilsu, ekki bara þessa íþróttalegu heilsu, þetta er líka bara heilsu almennt. Eitthvað að koma veg fyrir krabbamenn og fleiri lífsstílsjúkdóma. Gott fyrir umhverfið, gott fyrir dýrin. Þannig að bara glemt. Það er alltaf óklast að segja, sko, ég elska ykkur en ég er bara frábært. Ég er bara takk fyrir að líka ekki vel við mig, því að það væri alveg umleitt að það væri enginn þarna úti sem myndi ekki líka vel við mann. Því að hvað sem þú gerir, hvort sem þú ert að gera ekki neitt eða gera eitthvað sem fer á móti norminu eða gera eitthvað sem öðrum finnst aðstæðanlegt, þá verður þú alltaf dæmdur. Þannig að það er bara frábært að einhver dæmi og bara gott að líta á það með þeim augum. Það er að finna þetta drive inn í sér. Finna þetta drive af hverju þú gera þessa hluti sem þú ert að gera. Hvað þú vilt stefna, finna út hvert þú vilt stefna, finna að þú viljið finna tilgang í lífinu og finna þetta drive inn í þér sem verður til þess að þú náir að uppfylla þína sýn og finna þennan tilgang í lífinu.